Það engum vafa undir orpið að tilkoma gagnavers at North í bænum hefur verið risavaxin innspýting fyrir samfélagið allt. Hér unnið með gríðarlega fjármuni og innan tíðar munu fjárfestingar at North nema 16 milljörðum, en 30 milljörðum þegar yfir lýkur ég leyfi mér að segja fyrsta áfanga. Og mér sagt að tækni og tölvubúnaður sem þarna sé einhvers staðar á milli 100 og 150 milljarðar króna. Ég vona að ég sé ekki að kjafta frá einhver sem má ekki segja. Svo fólk átti sig á því hvers slags innspýting að ræða. Þá nefni ég að kísilverið á Bakka kostaði 40 milljarða. Vaðlaheiðargöng sem margir hafa horft með þyrni í augum á kostaði 16 milljarða. Vegagerðin á Íslandi fær svona cirka 35 milljarða á ári í nýframkvæmdir og viðhald. Og ný þjóðarhöll í Reykjavík mun kosta einhvers staðar á milli 14 og 15 milljarða króna. Þannig þið sjáið hvers konar upphæðir að ræða. En hvað að ræða? Þetta hátækni þjónusta eins og þið vitið manna best sem hér inni. Gagnaver vernda stafræna innviði í landinu. Og við notum öll streymisþjónustur alla daga, leitarvélar, gervigreind og svo framvegis. Þið þekkið þetta mun betur en ég. Og þetta framtíðin. Við þurfum að hýsa þessi gagnaver. Hér næg raforka og við getum þjónustað þessi gagnaver. Og hér líka lögð drög að nýrri samfélagsgerð sem kallar á sérhæft, hámenntað starfsfólk og auðvitað starfsfólki frá því að sinna innihaldinu í gagnaverunum og þeirra sem þekkja þetta manna best. Í dag fastráðnir starfsmenn at North 25 en verða brátt 50. Og þeir sem að starfa í kringum uppbygginguna einhvers staðar á milli 150 til 200 manns. Þannig að áhrifin af þessari uppbyggingu gríðarleg eins og sakir standa. Við finnum vel hversu mikið að vera hjá okkur í bænum. Og áður en ég gekk á svið, þá ræddi maður við mig það hvað hann sæi, hvað það væri augljóst, hvað væri mikið að vera. Og við finnum það eigin skinni, því að við fáum ekki verktaka til þess að sinna því sem þarf að gera í bænum. Við getum nefnt, ég vil nefna að fyrirtæki Rafeyri sem hefur sérhæft sig að þjónusta sjávarútveginn í landinu núna nánast eingöngu að sinna uppbyggingu á gagnaverinu og hefur þurft að flytja inn starfsfólk erlendis frá og til þess að geta þjónustað fyrirtækin sín vegna þess að það ekki til nægjanlegur fjöldi rafvirkja og rafeindavirkja. Sama má segja verkfræði og tæknistofunnar á Akureyri og til að mynda AFH og Efla og önnur fyrirtæki í þessum tengdu greinum hafa verið með umfangsmikil verkefni. Þannig að þetta rennir enn styrkari stoðum undir tæknisamfélagið í bænum. Og það ekki bara að ræða bein áhrif á fólk og fyrirtæki sem veita at North þjónustu. Því að uppbyggingunni fylgja líka mjög mikil áhrif fyrir bæjarbúa og samfélagið í heild sinni. Við sjáum ný tækifæri og þetta mun leiða til þess að það þarf að breyta náminu í skólanum sem við erum með. Og ég hef fulla trú á því að þetta muni líka styrkja tækninám við Háskólann á Akureyri. Einnig ber að hafa í huga að starfsfólki sem sinnir þessari uppbyggingu að nýta sér beina flugi sem á milli Akureyrar og Evrópu. Og það skiptir okkur máli til þess að renna styrkari stoðum undir það. Og þeir að nýta sér hótelin og veitingastaðina og svo framvegis. Þannig að ég vil meina að við séum í uppbyggingu á nýrri stóriðju. Þetta okkar nýja stóriðja í framtíðinni. Það ekki lengur álver sem við keppumst upp við að byggja eða aðrar stóriðjur. Við erum að horfa á gagnaver. Þannig að þetta hríslast niður allt samfélagið. Og þá komað því kannski það sem mig langaði meira að segja frá. Ég hljóma kannski eins og upplýsingafulltrúi at North. En það samningurinn nýtingu glatvarma sem við Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri at North, undirrituðum í byrjun júlí. Og þetta mjög merkilegur samningur. Og ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem samningur af þessum toga undirritaður hérna í landinu. Og ég mjög stolt af honum.
En hann felur meðal annars í því að glatvarmi frá fyrirtækinu verður nýttur til samfélagslegra verkefna endurgjaldslaust. Og þetta er stórt atriði. Fyrsta skrefið er að nota varmann til að hita upp gróðurhús á Hlíðarvöllum sem er í námunda við fyrirtæki. Það sem nemendur á grunn- og framhaldsskóla aldrei geta unnið að vistvænni ræktun á grænmeti á ávöxtum í tæknivæddu lærdómsumhverfi. Þetta er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Og vonir standa til að gróðurhúsi verið tilbúið til notkunar í haust eða snemma í vetur. Þannig að ungir akureyringar fái tækifæri til þess að kynnast sjálfbærri matvælaframleiðslu og betri orkunýtingu í verki. Í framtíðinni mætti hugsa sér að nýta glatvarmann til ýmissa annarra verkefna, meðal annars til þess að bæta inn heitu vatni á hitaveitukerfið. Ég held að við séum öll hér í landinu sem við höfum eitthvað smá vit á svona innviðum eins og hitaveitu. Við vitum að heitt vatn er ekki endalaust og við þurfum meira heitt vatn og við höfum verið að bora eftir heitu vatni. Með því að nýta heitt vatn frá gagnaverunum erum við að fá stóra innspýtingu og það er bara eins og ein borhola eða svo og það skiptir okkur máli. Þannig að við getum nýtt gagnaverin til þess að hita upp gras á knattspyrnuvöllum, hita upp hús, nú eða hita upp nýjar sundlaugar. Í öllum mínum störfum fyrir Akureyrarbæ hef ég lagt áherslu á grænar lausnir, sjálfbærni og betri nýtingu auðlinda. Gagnaverin eru 100% græn atvinnustarfsemi sem nýta orku frá vatnsaflsvirkjunum sem eru umhverfisvænasta orkusköpun sem fyrirfinnst. Og þetta skiptir máli, því að venjulega hefur atvinnuuppbygging á landsbyggðinni verið eitthvað svona þriðja heims, eitthvað svona það sem enginn vill hafa neins staðar annars staðar. Og ég veit að þetta er líka rosalega viðkvæmt. En þetta er nýja stóriðin. Þetta er það sem við eigum að vera að horfa til og við eigum alls ekki að vera feimin við það. Og hér er að ræða notkun á endurnýjanlegri orku án allrar loft- og efnismengunar. Og samningurinn sem felur í sér nýtingu og glatvarma, þar sem við fáum meðal annars tækifæri til að kenna unga fólkinu mikilvægi þess að stunda sjálfbæra ræktun. Og hver veit, nema eitthvað þessu unga fólki muni starfa við gagnaver eða afleita starfsemi í framtíðinni. Við allavega sjáum tækifæri í þessum geira. Við horfum til borga í Norður-Evrópu þar sem gagnaver og tækni þróun hefur verið mjög ofarlega á baugi og við horfum á þær borgir sem okkar starfsemi. Öllu samanlögðu. Atnorð kemur með gríðarlega fjármuni og þeir eru að gera þetta hægt og hljótt. Það tekur eiginlega enginn eftir því að þetta sé að gerast. Nema ef þið komið norður, þá sjáu þið það er verið að byggja og byggja og byggja. Því að við þurfum að geta tekið á móti því fólki sem ætlar að vinna við þessi störf. Það er líka verið að bæta í innviðina, byggja ný hverfi og gera upp skóla og byggja leikskóla. Þannig að við erum að mæta þeirri uppbyggingu sem er að eiga sér stað í bænum. Og ég segi nú bara, er eitthvað hægt að fara fram á meira þegar við erum með fyrirtæki sem er öflugt, er ekki með loft eða efnismengun og er að byggja upp störf þar sem eru vel borguð og við erum að horfa á til framtíðar. Þetta er það sem skiptir mála og það er eiginlega ekki hægt að fara fram á meira.